Jæja, komið sæl. Þá er það tími 5 í þessum kafla og ég ætla að byrja á að sýna ykkur tvær rótareglur sem er gott að kunna. Þær líta svona út. Annars vegar er regla sem segir okkur að vera margfalda saman einhverja tvær rætur. Þá er hægt að setja þetta undir einu og sömu rótina og sama gildir í deilingu. Þetta gildir ekki fyrir samlagningu og frádrátt. En ef við skoðum dæmi, hvers vegna er gott að kunna þetta, þá er til dæmis ferningsrótin af 2. Ef þið ætla að reikna hana áður en þið margfaldið saman, þá fáið þið út eitthvað óendanlegt brot, 1,4 bla 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 bla, eitthvað. Og síðan myndum við fá eitthvað óendanlegt út hér líka. Kannski reyna að námynda það og slá inn í vasareiknin og þá fengið ekki út nákvæmt svar í lokin. Reyndar eru nýrri týpur af vasareiknum, þeir ráða alveg við svona dæmi og skila nákvæmu svari. En þegar þið eru komin aðeins lengra í algebru þá er gott að kunna þessar reglur líka. Þegar ekki er hægt að stóla bara á vasareiknin. En reglan er að segja að við getum tekið tvistinn og 18 og sett undir rót, byrjum á því. Og svo einfaldum við hvað 2 og 18 er mikið, það er 36. Og nú sjáum við að það er meira segja hægt að reikna þetta í huganum. Ferningsrótin á 36 er 6, af því að 6 og 6 eru 36. Nú sama gildir deilingu, það er hin reglan. Ég get byrjað að setja þetta undir eina rót, reikna 32 deilt með 2, það er 16. Og hvað að tala margföldu með sjálfu sér jafnt á 16? Jú, mikið rétt, það er 4. Þannig að svona líta þessar reglur út, frekar einfaldari í notkun. Og þið spreytið ykkur þeim í bókinni. En við erum búin að fjalla aðeins ferningsrót sem var þetta hérna og tókum dæmi til dæmis ferningsrótin á 9 er 3 vegna þess að ef ég er með ferning þar sem flatarmáli er 9 þá er hliðarlengdin á hverjum svona ferning 3 sem 3 er 9. En hvað ætli teningsrót sé þá? Teningsrót, þá erum við að leita eftir einhverju sem sett hefur verið í 3. veldi. Og alveg svo ferningsrót, hægt er að tengja það við ferning, og þá er teningsrót eitthvað sem hægt er að tengja við tening. Einkenni tenings er alveg sem við ferning, að það er allar hliðar jafn stórar, nema hvað teningur er í þrívídd. Þannig að nú er það bæði komið lengd, breidd og hæð. Og ef ég er til dæmis að leita eftir því hver er teningsrót fyrir töluna 27, þá get ég hugsað mér, ef ég er með teninga sem rúmmálið er 27, hver er þá lengdin á einni svona hlið? Hvað tala margföldu 3 sem sjálfu sér er jafnt á 27. Og það er stundum hægt að reikna í kollinum eins og hér. Með að prófa sig áfram þá sér maður að 3 × 3 × 3 eru 27. En annars ættu að leita eftir einhverjum takk á vasareikninum ykkar sem er í líkingu við þetta hér. Svona ferningsrótamerki er en lítill þristur fyrir ofan, sem þýðir ætla að taka 3. rótina eða teningsrót af tölum. Ef þið eru ekki með hennar vasareikni, þá getið þið þurft að prófa ykkur bara handvirkt áfram. Þannig að ef þið fáið dæmi eins og þetta hér, hver er teningsrót fyrir töluna 8, prófaðu að nota takkan ef hann er hjá okkur og athugið hvort þið fáið út rétt svar. En ef ekki, þá þurfum við að prófa að athuga, ætli það sé 3 × 3 × 3. Nei, það gekk ekki upp. Ætli það sé 2 × 2 × 2. Og svo framvegis þangað til rambið og rétt svar. En teningsróttakkin segir ykkur sjálfsögðu að svarið er 2. Og þá ætla ég ekki að hafa þetta myndband lengra í bili. Það voru bara þessi 2 atriði sem ég ætla að benda ykkur á. En gangi ykkur vel að reikna í bókinni. Takk fyrir mig.